þingmaður Norðausturkjördæmis, Brynhildur Pétursdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Já, virðulegur forseti, mig langar aðeins til að ræða í rauninni tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Sveitarfélögin standa mörg hver illa, ríkissjóður að braggast, en sveitarfélögin eru mörg í ekki góðum málum og mér finnst ekki hægt að útskýra það bara með því að sveitarfélögin sé ekki vel rekin. Það eru vissulega sveitarfélög sem hafa verið afar illa rekin, við þekkjum það, jafnvel farið á hausinn, en mér finnst þetta að mörgu leyti réttmæt gagnrýni að sveitarfélögin ættu að fá meiri hlutdeild í tekjum ríkissjóðs og þau tiltaka sem dæmi að þau myndu vilja fá hlutdeild í tryggingagjaldinu og þau gagnrýna að tryggingagjaldið lækki ekki vegna þess að það bitnar auðvitað á þeim. Þau benda á að þau vilja fá hlutdeild í fjármagnstekjuskatti þar sem það séu margir einstaklingar og lögaðilar sem að þiggja þjónustu sveitarfélaganna en greiða í rauninni ekki útsvar. Þetta finnst mér líka vera mjög réttmæt ábending. Og svo eru svona eitt og annað kannski svo að sveitarfélögin vilja ekki greiða fjármagnstekjuskatt til ríkisins og svo kalla þau líka eftir aukna hlutdeild í skattstofnum eins og til dæmis gistináttagjaldi og gjöldum á umferð sem kannski ég geti nú segja að væri jafnvel flóknara. En mig langar að heyra hvað hæstv. Forsætisráðherra finnst þetta vegna þess að það er mjög mikilvægt að sveitarfélögin standi traustum grunni og geti rekið sína þjónustu. Þau líka hafa verið að yfirtaka verkefni og í einhverjum tilfellum kannski ríkið ekki verið að greiða algjörlega með því. Það er mjög jákvætt að þessi komið samkomulag málefni fatlaðs fólks, en það eru hjúkrunarheimilin sem dæmi þar sem að sveitarfélög eru að greiða með. Akureyrarbær greiddi jafnvel með heilsugæslunni á einhverjum tíma, en svo mætti áfram telja. Telur hæstv. Forsætisráðherra að það sé komið tími til að sveitarfélögin fái aukna hlutdeild í tekjum ríkisins? Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga og þar af leiðandi tekjuskiptingin líka hafa verið til umræðu árum og áratugum saman og tekið ýmsum breytingum og mun eflaust verða svo áfram. Það er rétt að ýmis sveitarfélög glíma við fjárhagserfiðleika nú stundir og ég hygg að miklar launahækkanir sem í farvatninu valdi mörgum sveitarfélögum áhyggjum. En einnig rekstrarvandi þeirra sveitarfélaga sem hafa kannski ekki verið nógu ábyrg sum hver undanfarin ár. Ég nefni sérstaklega Reykjavík núna undanfarin ár sem hefur komið sjálfri sér í miklu meiri fjárhagsvandræði heldur en ástæða hefði verið til og við þær aðstæður geta sveitarfélög ekki vænst þess að ríkið einfaldlega hlaupi undir bagga og að við nýtum þann efnahagslega styrk sem að ríkissjóður er að byggja upp vegna skynsamlegrar efnahagsstjórnar til þess að bæta mönnum vanhugsaða stjórn fjármála í Reykjavíkurborg. Svoleiðis að þetta hlýtur að haldast í hendur fyrst og fremst við þau verkefni sem færast á milli ríkis og sveitarfélaga og þar hafa menn sérstaklega verið að líta til, eins og hv. þingmaður þetta nefndi, stöðu fatlaðs fólks og kostnaðinn við að sinna því mikla og mikilvæga en leið oft á tíðum dýra verkefni. Það er mjög ánægjulegt að menn skuli hafa náð niðurstöðu það og menn munu á næstu misserum og árum áfram ræða þessa skiptingu verkefna og fjármagns milli ríkis og sveitarfélaga. Máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Brynhildur Pétursdóttir. Virðulegur forseti, ég ætla ekki að tala hér einstök sveitarfélög. Ég var nú að hugsa Reykjanesbæ þegar ég var að tala mjög illa rekin sveitarfélög. Álftanes er annað dæmi. Ég bara skynja mikið þunga í þessari umræðu einmitt núna. Ég veit að þetta hefur verið til umræðu í mörg ár en það er mikið þungi núna og menn hafa áhyggjur af þessu og ég bara segja það að ég tek undir þessar áhyggjur og kalla eftir viðhorfum hæstv. Forsætisráðherra og nú kom mér kannski svolítið óvart. Ég er líka að hugsa það að við erum kannski að fara að fá inn, hvað við sett, tekjur vegna stöðugleikaframlags þó að við ætlum auðvitað ekki að setja það allt beint inn í rekstur. Þá ef við lækkum skuldir ríkisins, ef við náum nú að lækka skuldirnar, þá lækkum við vaxtagreiðslur. Mun það ekki með einhverjum hætti nýtast sveitarfélögum? Ég bara segja nú árar betur, er þá ekki
kannski rétti tímapunkturinn til að fara að ræða þetta og ég vil þó kannski líka spyrja hæstv. Forsætisráðherra út í sóknaráætlun landshluta sem er verklag sem er mikil ánægja ríkir með þvert á flokka og þessi ríkisstjórn skar niður með óskiljanlegum hætti verð ég að segja. Það er tækifæri til þess að beina fjármagni út í landshlutasamtökin og þar sem þau svona forgangsraða og finna út úr því hvernig fjármunum hvernig þeir eru nýttir. Og þá þarf í rauninni, getur sagt að það er svona önnur leið til að bæta sveitarfélögum upp. Það þarf einhver stöðu sem þau eru í og ég hef, eins og ég segi, ég hef skilning á því, þau eru að greiða með verkefnum í mörgum tilfellum og sveitarfélög eru alvarlega að tala um það að skila hreinlega verkefnum til ríkisins. Þannig mér finnst þetta ekki vera eitthvað sem við getum bara svona skautað yfir, mér finnst þið þurfa bara að taka einhverja almennilega umræðu þetta hér og ég bara það sem ég stend hér og hugsa, þá kannski ættum við að kalla bara eftir sérstakri umræðu þetta vegna þess að svona, þessi viðbrögð kom mér svolítið óvart, ég verð að segja það. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, þessi mál verða rædd eins og ég nefndi áðan næstu misserin og líklega árin. En sérstaklega núna á næstunni samhliða þeim breytingum sem verið að ráðast í varðandi fjárreiður ríkisins og mat á verkefnum sveitarfélaganna. Það hins vegar verður að byggjast á þeim verkefnum sem að sveitarfélagin sinna frekar heldur en sveiflum í efnahagslegum árangri ríkisins. Það er ekki hægt að halda því fram að vegna þess að þessi ríkisstjórn hefur náð miklum árangri við stjórn efnahagsmála, þá eigi það sérstaklega að þýða að hún setji meira til sveitarfélaganna. Það hefði þá þýtt á síðasta kjörtímabili að mynd dregið úr framlögum ríkis til sveitarfélaga vegna þess að stjórn efnahagsmála gekk ekki nógu vel. Þess vegna verðum við að láta þetta alltaf haldast í hendur við verkefnin og það er þess vegna álitaefni líka hvort að það í fleiri eða önnur verkefni að færast til sveitarfélaganna en nú er og vissulega þarf það þá að haldast í hendur við það fjármagn sem að sveitarfélagin hafa úr að spila.